Ég var 99. í landsleikunum framöndan. Hvernig er svona tilfinningin 2 dögum fyrir þennan leik? Hún er góð, það er alltaf gaman að mæta hérna með landsliðinu og ég var spurður að því áðan hvernig tilfinningin væri að vera komin aftur með hérna þessum strákum á landsliðinu og ég sagði basically að það hefði ekkert, bara breyst, það var eins og ég hafði aldrei tekið mig pásu frá þessu og alltaf ánægilegt að sjá þessa drengi sem að spila erlendis koma heim og sjá dýnamíkin að breytast í liðinu, alltaf verið að yngi upp þetta og fólk sem bara allir í kringum þetta sem manni þykir vænt gaman að sjá alla og vera með, þannig að tilfinningin er bara frábær fyrir leikinn. Andstæðingarnir belgar, þekkjum leikmennina sem er að spila með Valencia og öðrum Euroleague kaliber liðum. Þetta er ekki einfalt verkefni. Nei, þeir eru að fara að stilla upp miklu sterkara lið heldur en í leikjunum núna undan í þessari keppni. Þeir eru að koma sérstaklega þá hinga með fleiri bakverði sem er að spila á háu-leveli og ég býst við því að þeir verði beittari og betri hérna í þessum leikum á okkur, þannig að við þurfum að vera klárir sko, vera tilbúnir. Hverjir eru möguleikarnir á móti þessu liði? Finnur og Craig eru búin að fara vel yfir svona þeirra leikstíl og taktík og það eru svona ákveðnir hlutir sem við getum nýtt okkur. Það er auðvitað risið stórt að Martin sé ekki með okkur en við þurfum bara að stíga upp á aðrir og reyna þá að nýta okkur einhverja veikleika ef það er einhverju veikleikar hérna hinum megin að nýta okkur það og bara helst vera einbeittir og hlusta á gameplanið og fylgja því eftir og þá gefur það okkur einhver auka vopn í búrið og gefur okkur séns á því að allan að stela einhverju leik og svo þetta spila heimavelli gefur okkur alltaf einhverja aukna orku. Gaman að spila fyrir fram sitt fólk. Þetta lið er í mikilli þróun og kannski sérstaklega munurinn á því að Tryggvi er að koma inn og er að spila mikið úti sem þýðir hann er vantilega að fá staðar hlutverk sem hann kannski breytir aðeins okkar leik. Það er eitthvað sem að gæti tekið einhver tíma eða hvernig það? Já, er það ekki bara í þróun, þú veist, við höfum spilað við höfum verið náttúrulega með okkar stíl í mörg ár og það tekur bara tíma, þú veist, að sjálfsögðu þurfum að byggja lið í kringum Tryggva og Martin og þessi þróun bara er að eiga sér stað akkurat núna og ég veit ekki alveg hvar við erum í þessum prósess en ég myndi segja að það auðvitað er einhver pressa að vinna þessa leiki en við erum bara að reyna svolítið líka að finna nýtt identity með nýjum leikmönnum og yngri leikmönnum en samt á sama tíma halda í þetta core, þú veist, þetta attitúd hjá okkur sem hefur verið í gegnum tíðina og menn verða að halda í það. Það er að berjast fyrir hvern annan og berjast á sérstaklega í vörninni og gefast alltaf í verkefni og fórna fyrir hvern annan. Þannig að með svona þessi gildi þá erum við að reyna á sama tíma að svona þróa með okkur einhvern svona annan leikstíl kannski í kringum stóra strákinn og með Martin sem er svona flashy og við erum bara, þú veist, í þessu prósessi núna. 99. landsleikurinn núna á 50-daginn, er ekki séns að þetta fara að stoppa í 99 eða? Ég var svona eitthvað spá í því sko, mér fannst 99 svo fallegt en aðri sem er hlóa, það er fáralegt að hætta í 99. Ég hugsa að bindi nú enda á þetta bara í 100 sko og það var náttúrulega alltaf planið að fara að segja þetta gott með landsliðinu. Þessi 2 heimaleikir getur verið þínir síðustu? Þessi 2 leikir núna á móti Belgíu og Portúgal getur verið svona enda? Já, ég veit ekki hvernig sko glugginn er í febrúar og í hvernig standi ég verð en ég mun ljúka þessi í febrúar, það er alveg staðfest þannig að þetta verður líklega svona kannski í síðasta leikurinn sem ég er að fara að spila eitthvað og gera eitthvað og bara það verður gaman og svo í febrúar þegar það kemur febrúar þá pælum við aðeins í því en það verður klárlega þá endar þetta í höllinu vonandi. Ég veit ekki hvernig prógramið er það ekki Portúgal heima? Portúgal heima. Já, þá bara endum við þetta þar og segjum þetta gott. En það þýðir samt að við viljum fá alveg yfirfulla höll á 50-daginn? Núna? Já. Já, sjálfsögðu. Ég vona nú að fólk komi og hvetji okkur. Það er alltaf gaman að fara á landsleik, hvort sem að það er í handbolta, fótbolta eða körfubolta og sjá þessa stráka, þessi ungu stráka sem er að spila úti og eru að koma heim og það er náttúrulega bara við þurfum að stuðning áfram að halda. Það er partur líka prósessinu, gildin og svo prósessin og svo fólkið þarf að styðja við okkur. Bingo.